ákvað hann að fara að leika sér við Dadda við myllutjörnina. Hann flýtti sér niður stigann og gleypti í sig vespugrautin eins og hann hefði ekki fengið matarbita í marga daga. Villi minn, ekki borða grautin svona hratt, sagði Marta. Bra, allt í lagi, mamma, svaraði Villi. Þegar að Villi var búinn með morgunmatinn sinn kallaði hann bless, mamma, og var þotin út dyrnar. Hvað sagðirðu? Sagði Marta, en hún var of sein. Það leið ekki á löngu uns Villi var kominn að krosskótunum við lundin og þar beygði hann til hægri og heim til Sjonna. Bra, halló Sjonni, sagði Villi. Ætlarðu að koma með mér til Dadda? Gaggagú, já, auðvitað, svaraði Sjonni. Daddi var mjög glaður við að sjá þá. Hvernig líst ykkur á að koma í fótbolta? Sagði hann ákafur, en Sjonni svaraði, það ekkert gaman að því, við erum bara 3, Daddi. En þá sagði Villi, strákar, af hverju förum við ekki út á tjörnina á bátnum hans pappa þíns, Daddi? Já, æði, sagði Sjonni, við getum skipst á að róa. Og félagarnir 3 fóru niður að tjörninni. Það var nóg pláss fyrir þá alla í bátnum. Þú byrjar að róa, Sjonni, sagði Daddi. Og svo má Villi taka við. Það láta bátinn beygja til hægri og vinstri eða snúast í hringi. Hann gat meira að segja róið aftur á bak og ykkur að segja kunni hann líka að beita árónum þannig að það skvettu vatni yfir Villa og Dadda. Ávarp auðvitað. Og nú var komið að Villa að róa. Hann stóð sig vel eins og Sjonni og réri í allar áttir þannig að Sjonni og Daddi sátu furðu losnir. Gaggagú, Villi, ég vissi ekki að þú væri svona snjalla ræðari, sagði Sjonni. Ekki ég heldur, sagði Daddi. Þegar Villi beindi stefni bátsins inn að miðju tjarnarinnar, heyrðu þeir einhverja hreyfingu í vatninu aftan við þá. Sjonni rópaði óttasleginn. Gaggagú, þetta skrímsli. Bra, já, æpti Daddi. Þetta skrímslið í myllutjörn. Hjálp, hvað getum við gert? Skrímsli, bra, stundi Villi upp skelfingu lostinn. Í guðana bænum viltu róa í land, Villi, hrópaði Sjonni. Bra, gott og vel, æpti Villi og réri allt hvað af tók. En þá áttaði hann sig á því að hann réri beint í flasið á skrimslinu. Hann varð að snúa bátnum í skyndi og róa í hin áttina og þá byrjuðu vandræðin. Í öllu óðagotinu sleppti Villi annari árinni sem rann þegar útbyrðis. Bra, hvað gerum við nú? spurði Daddi, en Sjonni vældi. Gaggagú, hér kemur skrimslið. Og Villi fann bátinn hallast eins og eitthvað þungt hvíldi á honum. Í sömu svifum birti stórt grænt höfuð. Bra, góða skrímsli, ekki éta mig, bra. Ertu að kalla mig skrímsli, andaraulinn þinn? sagði kunnulegur rödd. Og hver haldið þið að hafi staðið þarna brosandi út að eyrum annar en hann Halli. Þá var þeim þremenningum ljóst að Halli hefði leikið á þá. Halli sótti týndu árina og þeir stemmtu sér konunglega í bátnum. Þegar Villi fór í háttinn kvöldið varð honum hugsað til þess að hann hefði sjaldan stemmt sér eins vel við myllutjörnina. Hvílíkt skrímsli. Góða nótt. Bra.